6,7, 6,6, 6,9 og 6,7. Og þá hún mættin á gólfið hún Snæfríður Ásta Jónasdóttir og Feykir frá Strandarhöfði. Feykir 8 vetra gamall rauður að lit, undan Fræg frá Strandarhöfði og Gyðju frá Þorsteinsstöðum. Snæfríður keppir fyrir Hjarðartún og þú gefur okkur merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Þá Snæfríður komin til okkar og hún ætla að sýna okkur hraðabreytingu á brokki, opin sniðganga brokki og tölti og slöngulínar á brokki. Nú verður þú að segja til við hennan fyrst að opna, ég fyrst í honum. Hefði verið gaman ef hún hefði riðan örlítið hægar. Hann svona, mér fannst hann svona aðeins hlaupa í gegnum æfinguna. Já, ég ætla hann að sé það hér líka. Þarna byrjar hann svona aðeins að hægja á sér. Þá kom aðeins meira virkni, en það vantaði þá líka sveigju, sko. En svona örlítið hljóp í gegnum hana. Já. Góður á tölti, reistur. Skemmtileg tölferð. Ölliti ef ég má eitthvað hnika í sem svona smáatriði, en svona ölliti stuttur í hálsi. Það mætti vera, sko, ef við horfum á kverkin á hestinum undir hálsi, þá oft talið þetta á ægi frekar vera U-laga heldur en vafflaga. Já. Svona í góðu líkamsbyttingum, þetta sé smá bíl hérna, bæði mitt upp á öndun eins og ég sagði á þann og mitt ná að nýta baki alveg fáknarlega, en ég segi þetta smáatriði. Já. En virkilega flottur á töltinu. Þetta kemur opnið til hægri. En nú, dálítið betri þarna, sérstaklega hann hægir á skrefunum. Já, og þá kemur skemmtileg fjöðrun hérna í hann, alveg í lokinu, með að hægja á sér og æfningin gera virkilega gott fyrir hann. Og hún ríður alveg miklu hægar hér og hefur svona hans betri stjórn. Já. Allavega upp á hina höndina, mér finnst. Já. Hans hlaupandi hér aftur. Það vantar svona bara aðeins að hún ná að stjórna hraðanum og þá held ég þetta væri dálítið gott. Já. En samt voru betri en á tölti báðir, sko. Mér fannst það. Og sérstaklega það fyrri var bara mjög góður, sko. Og endar í rosalega vel. Fyrri var mjög góður. Nú kemur bara spyrnu gott brokk. Það orð spyrnu gott brokk. Ég skal innlega fullt af nýjurum eftir þetta kvöld. Það spyrni sér vel fram. Já. Það má segja það. Brokk með mikla spyrnu. Bara virkilega flottur á brokki, svona útgeislun á þessu og svona... Mjög skemmtilegur. Já. Svona töffari. Og hérna líka betri líkamsbeiting, við konum tegja hann ennið aðeins betra fram og þá svona stinnast bakið og séu skreflengdina svona hvernig hann spyrnir sér fram á þessu fallegu brokki. Þetta hans skemmtilega brokksýning. Nú ég aðeins óviss, hún skráð með slöngulínum á brokki en virðist að rýna þær á tölti. Já. Þannig að... Það gæti verið bara eins og gerðist hjá Guðni Dís áðan. Þetta gerist, sko, það getur gerst að knapinn skrái bara ranga æfingu, svo getur þetta gerst að þetta skrái stramt yfirfærslu. Þannig svona spurning, en allavega, já, sko, reiðleiðin var nokkuð fín en svona smá jafnvægisvandamál í baugunum. Já. Og aðeins stuttur, sko, í hálsi líka þar. Skemmtilega að sjá hann svona með aðeins lengra háls. En góðar stökki. Já. Hann. Sko, þetta brokk alveg, það einhvern veginn svo skemmtilegt, svo léttstygt og... Já, þetta er að sína hægtöld, gott hægtöld þarna. Mætti fara að. Hvað sér þú? Hún er nú svo sem alveg innan marka á hraða, eða ekki? Jú, ég held það myndi
Þú velta fyrir koma mæti kannski svona efri mörkun kannski, já. Já. Það náttúrulega gerist í raun og veru og hratt hægtöl, þá ferðu svona hámarkslengun 6 held ég. Já, ok. Fyrir topp hægtöl, sko. Ég minni að það sé liggi þar eldveikurinn fyrir allan íþróttakeppni. Já. Enda þetta bara góðu tölti. Hann er örlítið vakandi fyrir umhverfinu. Þakka ykkur fyrir Snæfríður og Feykir. Og þá ætla Steindór að eiga við hana 2 orð eða svo. En svo held ég að dómarar eru líka að reyna hér einmitt. Við nefndum þetta með klöngulínunar. Svo þetta ungir knapar svona, þannig að dómarar eru svona frekar einmitt að reyna að vera uppbyggileg og láta þau nota vafans ef eitthvað mistök kemur upp.